Velkomin á bæjarstjórnarfund númer 557. Í dag er 16. september og klukkan er 5. 18. Já, það afsækið þetta. Það er 18. september og klukkan er samt 5. Mættir eru Gylfi Ólafsson, Dagný Finnbogadóttir, mætt fyrir Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Finnur Rakel Árnadóttir, mættir fyrir Nanni Örnu Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Einarsdóttir, Sædís Ólöf Þórsdóttir, mætti fyrir Elspeth Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson og starfsmennfundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrsta mál á dagskrá er notendur fatlara á Vestfjörðum 2025, tillaga frá 1338. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 8. september 2025 að bæjarstjórn samþykkja kjósa Nanni Örnu Guðmundsdóttir sem aðalfulltrúa og Jóhann Birkir Helgason sem varafulltrúa þjónustusvæðis Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur hrepps í samráðshópum málefni fatlaðs fólks innan velferðarþjónustu Vestfjarða. Orðið laust undir þessu lið. Enginn er beðið um orðið að byrja þetta eftir samþykktar með gemmerki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Og er næsta mál nr. 2, Álfadalur Ingjaldsandi lóðastofnun tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykkja heimila stofnun lóða á jörðina Álfadal og Ingjaldsandi í samræmi við merkjalýsingu dagsett 25. ágúst 2025. Orðið laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið, þá er þetta lagt fram til samþykta með gemmerki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þriðja mál, það er miðtún 31-37, Seljalandsvegur 79, umsögn byggingarheimild, tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykkja heimila lóðamarkabreytingar og lóðaleigursamninga í samræmi við mæliblað tæknideildar dagsett 30. desember 2024. Orðið laust undir þessu lið. Og enginn er beðið um orðið en til lagt fram til samþyktar með gemmerki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Það var fjórða mál á dagskrá, það er Daltunga 2 Ísafirði umsóknum lóð. Tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykkja Magnús Jónsson fái lóðina við Daltunga 2 á Ísafirði samkvæmt umsókn með þeim reglum sem gildi eru og settar kunna verða. Orðið laust. Enginn er beðið um orðið og með gemmerki samþykkja þetta. Þetta er samþykkt samhljóða. Það eru 5. mál, það er Brekkugata 34 og 36 Þingeyri, breytt lóðamörk. Tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykki lóðaleigursamningu fasteigna við Brekkugötu 34 og Brekkugötu 36 og Þingeyri. Orðið er laust. Enginn er beðið um orðið, þannig að ég byrði upp til samþykta með gemmerki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er 7. mál á dagskrá Sindragata 5 Ísafirði umsókn lóðaleigursamning tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykki lóðaleigursamning fasteigna við Sindragata 5 í samræmi við mæliblað tæknideildar dagsett 3. september 2025. Orðið er laust. Enginn er beðið um orðið á með gemmerki samþykkja þetta. Og þetta er samþykkt, samþykkt samhljóða. Það var 7. mál, Sindragata 7 Ísafirði umsókn lóðaleigursamning tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykki lóðaleigursamning fasteigna við Sindragata 7 í samræmi við mæliblað tæknideildar dagsett 3. september 2025. Orðið er laust. Enginn er beðið um orðið, þá með gemmerki samþykkja þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. Það voru 8. mál, Aðalstræti 25 Ísafirði umsókn lóðaleigursamning tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykki lóðaleigursamning við Aðalstræti 25 á Ísafirði í samræmi við mæliblað tæknideildar. Orðið er laust.
Enginn beðið orðið, þá með ekki merkið samþykki þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. Þá komin mál 9, það aðalgata 38 Suðureyri umsóknum lóðalegur samning tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykki lóðalegur samning við aðalgötu 38 Suðureyri í samræmi við mæliblað tæknideildar dagsett 3. september 2025. Orðið laust og enginn beðið orðið og með ekki merkið samþykki þetta. Þetta samþykkt samhljóða. Á mál 10, Hrannagata 2 Flateyri, umsóknum lóðalegur samning, tillaga frá 658. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025 að bæjarstjórn samþykki lóðalegur samning við Hrannagata 2 Flateyri í samræmi við mæliblað tæknideildar. Orðið laust. Enginn beðið orðið með ekki merkið samþykki þetta. Þetta samþykkt samhljóða. Það var komin í mál 11, það sérstakur húsnæðisstuðningur yfirfara að tekið við með fyrir árið 2026 tillaga frá 490. á öðrum fundi velferðarnefndar sem haldinn var 9. september 2025 að bæjarstjórn samþykki tekið við með sérstaks húsnæðisstuðningshækki 75%. Einnig leggur velferðarnefnd til að hámarksstuðningur hækki samhliða. Fullu bótaréttur getur hámarki orðið 105.000 krónur á mánuði. Samanlagðar eignir umsækjenda og annarra heimilsmanna nemi ekki hærri en fjárhæð 7.477.666 krónur. Orðið laust þessu lið. Enginn beðið orðið og ekki merkið samþykki þetta. Þetta samþykkt samhljóða. Komin í 12. mál. Það Vesturafl fjölsmiðja samningur tillaga frá 491. fundi velferðarnefndar en fundur var haldinn 21. ágúst 2025 að bæjarstjórn samþykki nýjan samning við Vesturafl fjölsmiðju en samningurinn felur í sér samstarf þjónustu við einstaklinga í formi starfsþjálfunar og félagslegrar virkni. Orðið laust þessi lið. Enginn beðið orðið á mig gefur merkið samþykki þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. Já, þá erum við komin í fundagerð til kynningar. 13. mál, bæjaráð, lögð fram til kynningar fundagerð 1338. fundabæjaráð sem fundur var haldinn 8. september 2025. Fundagerðin í 5 liðum. Orðið laust þessari fundagerð. Enginn beðið orðið, þannig að höldum áfram að þetta er lagt fram til kynningar. 14. mál bæjaráð lögð fram til kynningarfundar gerð 1339. fundar bæjaráð sem fundur var haldinn 15. september 2025. Fundagerðin í 8 liðum. Orðið laust þessari fundagerð. Já, Gylfi beðið orðið, gjör svo vel. Forseti, ég kem hér upp af 2 ástæðum, annars vegar til þess að hamla því að hér verði sett met og gefa tími til þess að anda aðeins að þessum góða drottins degi en líka til þess að koma hérna undir lið 5. Það er búið til aðalfundar byggðasafns Vestfjarða. Ég held að við þurfum öll að ég vil svona bara vekja athygli á því að byggðasafnið það eru svona talsverðar breytingar kannski framundan þar. Þar hefur verið lagt til að taka 1 hús til viðbótar undir safnið. Þar eru undir fundagerð menningarmálanefndar lagt til að fara verði í framkvæmdir við Jónshús. Það eru í öðrum fundagerðum lagðar fram kynningar á því hvernig útisvæðinu ætti að breyta og á sama tíma erum við með kannski stöndum við á tímamótum hvað var það svona samskipti sveitarfélagna sem að standa að þessu. Það hefur bara svo ég fá að segja það hér í pontu svona kannski stundum gengi hægt að ná lendingu kannski ýmis þjóðþrifamál sem að þurfa að komast á betri rekspöl í starfsemi byggðasafnsins. Bæjarstjóra hefur verið falið að mæta á hana fund og ég vona að hún gerir það og
En ég held að við þurfum svona kannski öll að kannski fara að velta fyrir okkur hvaða markmið við viljum ná fram með byggðasafninu. Þau eru í grunni kannski 2. Það er annars vegar sýningahald sem er þá ætlað að vera tekjuberandi. Þar hafa verið hugmyndir upp að fara að setja lokun á svæðið í heild sinni eða breyta rukkun inn í húsið með einhverjum hætti, jafnvel í tengslu við það að taka húsið, krambúðuna inn í sýninguna. En sýningarhaldið má kannski skipta í 2. Það er annars vegar fyrir ferðamenn sem eru þá einkanlega útlendingar á skemmtiferðaskipum og svo eru það þá Íslendingar eða heimamenn sem hafa talsvert aðrar þarfir, aðrar hugmyndir, aðrar annan ástíma líka. Þetta var einu sinni sjóminjasafn, nú er þetta byggðasafn. Það er spurning hvort að það þurfi að slíta þetta kannski eitthvað meira í sundur, hvort að þjónustan við heimamennina fari saman við þjónustan við skemmtiskipin og við höfum sett í fjárhagsáætlunum okkar væntingar að byggðasafni sem B-hlutastofnun eigi að skila afgangi. Það tengist þá hinum anga byggðasafnsins sem er þá safn, forvarsla, söfnun og varðveisla hluta. Og það sjálfsögðu getur ekki verið sjálfbært þannig að það liggur undir niður í þessum fjárhagslegu markmiðum að sýningarhlutin eigi að niðurgreiða hinn hlutan. Ég er ekki endilega viss að þetta eigi alltaf að standa á endum og við þurfum kannski aðeins saman að velta fyrir okkur hvað ætti að gera þarna. Svo er mál nummer 2 mjög skemmtilegt. Þar er gæluverkefni mitt loksins að ná svona einhverju lendingu, verkefni sem við settum á stað fyrir ári síðan að gefa stígum og gönguleiðum í Ísafjarðarbæ nafn. Og ég vil bara undirstrika við afgreiðslu þessa máls að það mun koma svo inn í bæjarstjórn til loka afgreiðslu þegar að skipulags- og mannvirkjanefnd hefur farið yfir þetta, að með þessum nafngjöfum er ekki verið að gefa nein fyrirheit að sveitarfélagið eigi stígana, að sveitarfélagið ætli að laga þá eða breyta þeim eða viðhalda þeim á veturna eða setja upp skilti eða neitt slíkt. Þetta er bara afmarkað að gefa þeim nafn. Það er engin annar sem virðist alltaf að gera það og það bara höfum við valdið þess. Það er svo hvort að við tökum einhverja stíga undir í einhverjum öðrum að sinna þeim betur, breyta þeim, laga þá, gera það aðgengilegri er annar mál. Ég þakka bara í þessu samhengi fyrir góðar ábendingar sem hafa komið í ferlinu. Og svo er 3. málið. Þar er gert ráð fyrir að setja upp skilti í snjóflóðavörnunum uppi við Gleiðarhjalla 9 árum eftir að framkvæmdum átt að ljúka. Og við fögnum því bara með heilum hug. Takk fyrir þetta. Ekki verið fleiri sem að vilja taka til máls þessu liði, Sigríður Júlía. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að taka undir orð Gylfa varðandi byggðasafnið og mikilvægi þess að við séum vakandi fyrir því og séum svona veltum fyrir okkur tilgangi og stefnu og hvernig við sjáum það þróast til framtíðar og það er mjög spennandi verkefni og að fara í gang með þá lagfæring og lóð og annað og nú er byggðasafnið komið með krambúðina og þannig að það bætist við. Það er líka svona varðandi útisvæði, þá er eitthvað sem ég hafði ekki gert mig grein fyrir að það er garður við krambúðina, gamall garður sem að gæti nú líka verið spurning með eitthvað sögulegt gildi sem hann hefur og en ég held að þetta sé spennandi tímar og við eigum að sýna þessu safni þá virðingu sem það á skilið eins og náttúrulega önnur safn og það er líka ánægilegt að vita og heyra af því að það tengist inn í aðra fundagerð hjá menningarmálanefnd að þar er mikla skoðanir og mikill áhugi á þessu verkefni líka. Þannig að þetta er eiginlega þvert á mjög margar nefndir
það sem snýr að Byggðasafninu og en ég held að við getum gert þarna mun betur og við þurfum líka bara að horfast í augu við það að sumt kostar, sumt er eða gefur okkur tekjur, annað gefur okkur ekki tekjur en það snýst að vernda menningararfin. Hitt máli sem mér langaði til þess að tala aðeins hérna líka er Gullkistan Vestfirðir, sýningin sem var hér upp í Tórnesi og var mjög fjölmenn og fjölsótt og þau eiga hrós skilið Fjórðungssambandi og Vestfjarðastofu fyrir skipulagningu og hafa komið þessu á fót. Held að hafi elt samkennd íbúa hér á svæðinu og bara Vestfjarða allra og ég vona sannarlega að þetta verði gert aftur, bara sem fyrst, kannski ekki á hverju ári en kannski annað hvert ár, ég held að það sé mjög gott. Þarna var vettvangur fyrir fólk að hittast og kynna sér alls konar starfsemi og það sem er í boði. Við Ísafjarðarbær var með glæsilegan bás og það var mjög gaman og mikið af fólki sem kom og við vorum með þarna hugmyndakassa þar sem að komu nokkrar ábendingar, við hefðum vissilega vilja fá fleiri en að því það er gaman að rúlla í gegnum þær og þær voru snerist náttúrulega mikið hjólastefnuna og það voru flestar ábendingarnum og áskoranirnar varðandi hana að við reynum að virkja hana betur og síðan voru svona það sem sneri að tómstundum og barna og unglinga sem var mjög gaman að sjá. Það var talað um fimleikahús og hvað síðan og mörg af þessum verkefnum sem að við erum úr þessum hugmyndaboksi eða hugmyndum sem komið hana að þær eru nú þegar komnar áfram. Það kom hana ábending til dæmis varðandi að hvetja íbúa til þess að snyrta runna og tré sem eru farin að vaxa yfir gangstéttir og annað og það kom frétt núna í dag minni mig, eða frekar en gær þetta með ábendingu til íbúa. Þannig að já, ég vildi bara þakka fyrir þessa frábæru sýningu og öllum þeim sem sáum skipulagningu og komum sér í framkvæmd og íbúum og fyrirtækjum og stofnunum og áhugamannafélögum sem að tóku þátt. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bara svona, þetta nú ekkit eitthvað höfuðatriði en ef ég man rétt á í markmiðum bæjarstjórnarinnar að B-hlutastofnanir skulu reknar í plús. Það ekki markmiðum okkar? Jú, Þess vegna ég bara svona spáði hvort við þurfum að endur skilgreina þessi markmið gagnvart þessari stofnun, B-hlutastofnun sem Byggðasafnið, út frá þeirri stöðu eða breyta markmiðum þannig að sýningarhlutin sé arðbær en ekki hinn af því að við munum aldrei ná þessum markmiðum ef við erum að ræða þetta eins og að þetta mun ekki ná. Þannig að ég held að þurfum einhvern veginn að skoða þetta þá út frá markmiðum og hvort við getum slitið þetta í sundur eða kalla þetta eitthvað annað en B-hlutastofnun eða að breyta markmiðum Byggðasafnsins. Takk fyrir þetta. Sigríður, biðjum orðið ekki. Já, forseti og bæjarfulltrúar aðri tilheyrendur. Takk fyrir þetta, Kristján. Þetta var gott að komast inn á þetta því að það eru líka 200 sveitarfélög sem eru hlutar af þessu og það er spurninga mitt að umræðan þarf líka að fara þar í gegn ef að við ætlum að taka ferðamannina eða þann hluta frá eru þá þeir tilbúnir til þess að hinn sveitarfélögin tilbúnir til þess að taka bara þátt í varðveislu hlutanum bara en þetta var góð pæling.
Takk fyrir þetta, Gylfi beðum orðið, ekki svo vel. Já, fórseti bæjarfulltrúar, það var akkur þetta sem ég var að benda á, Kristján, að mögulega væri að við þyrftum að skoða þessi fjárhagslegu markmið í ljósi þessara tvískiptingar hlutverksins. Hins vegar er það ekki að það er ekkit óeðlilegt endilega að segja bara, þetta er bara markmið okkar. Við nú er búið að gera stíg frá skemmtiskipa bryggjunni beint upp í Neistakaupstað og það er bara stefna sveitarfélagsins eða þá inn í stjórn byggðasafnsins að tekjuberandi hlutin eigi að niðurgreiða rest og að það hlutverk safnhlutin og varðveislu hlutin eigi þá ekki að vaksa hraðar heldur en sem nemur afganginum af sýningarhlutunum. Það getur bara verið markmið í sjálfu sér. Við höfum ekki iðkað þannig. Við höfum leyft þessu að fara 30 milljónir framfyrir, þrátt fyrir að þetta markmið hafi verið sett svona. Ég man ekki til þess að ég hafi hugsað sérstaklega grúndigt út í þetta þegar við settum þessi markmið. Við vorum náttúrulega aðalega að hugsa önnur aðra liði í þessari löngu greinagerð eða þessari löngu töflu. Við höfum eins og að vera að fara yfir Eyri og rauða talan þar hefur alltaf verið okkur óþægur ljár í þúf og við höfum verið að reyna að vinna því að koma henni út. Og það er þess vegna sem að ég kannski er svona mikið að tala um þetta núna og hefur verið að tala um þetta á bæjarráðsfundum líka, að þetta er þá eina rauða merki eftir, sko. Og það þurfum við að segja bara, ætlum við að hafa þetta rautt, ætlum við að breyta þessum reglum eða hvað. Ég held að þessu gríðarlegt tækifæri, safnið hefur gert frábæra hluti, en það eru gríðarlegt tækifæri líka. Nú er stígurinn kominn, hann verður vonandi hellulaður í næsta sumar, húsið verður byggt á næstu mánuðum eða misserum, skemmtiskipa móttökuhúsið og ég held svo gríðarlegt tækifæri til þess að auka tekjur og ef við náum einhvern veginn að gera að búa sýningunni þann farveg að það verði svona einhverju leyti meiri kapitalískur bragur á 4 mánuðum ári sem að geti þá fóra restina, þá er það ein hugmynd sem við getum vilja skoða. Takk fyrir þetta. Orðið er það laust þessu lið. Enginn að beða orðið en þetta er lagt fram til kynningar. Þá erum við komin í mál 15 menningarmálanefnd, lögð fram til kynningar fundargerð 177. fundar menningarmálanefndar en fundur var haldinn 15. september 2025. Fundargerðin í 9 liðum og orðið er laust þessum. Og enginn að beða orðið, hann er lagt fram til kynningar. 16. mál skipulags- og mannvirkjanefnd, lögð fram til kynningar fundargerð 658. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. september 2025. Fundargerðin er í 20 liðum, orðið er laust þessum. Fundargerð enginn að beða orðið, en þetta er lagt fram til kynningar. 17. mál skóla, íþrótta og tómstundanefnd, lögð fram til kynningar fundargerð 29. fundar skóla, íþrótta og tómstundanefndar en fundur var haldinn 3. september 2025. Fundargerðin er í 9 liðum. Orðið er laust þessu lið. Enginn að beða orðið, hann er lagt fram til kynningar. 18. mál, velferðarnefnd, lögð fram til kynningar fundargerð 491. fundar velferðarnefndar en fundur var haldinn 21. ágúst 2025. Fundargerðin er í 13 liðum. Orðið er laust þessu lið. Enginn að beða orðið, hann er lagt fram til kynningar. 19. mál, velferðarnefnd, lögð fram til kynningar fundargerð 492. fundar velferðarnefndar en fundur var haldinn 9. september 2025. Fundargerðin er í 4 liðum. Orðið er laust og Gylfi beðum orðið ekki svo vel. Forseti, mér langar að gera hér grein fyrir smá athugasemd við lið númer 3. Þar samþykkti velferðarnefnd að aukinn styrk til þess að mæta fyrir sér aukningu í launakostnaði og mér finnst svona kannski aðeins vanta upp á að þarna sé gerð nánari grein fyrir því hvað aðrir sem að standa að Vesturafli eru að setja inn í verkefnið og af hvaða lið þessi fjárheimild kemur og að það hefði þá kannski með aðeins beinni hætti mátt fara inn í bæjarráð áður en þetta var orðað með þessum beinskeytta hætti í fundargerð. En þetta ég skil alveg úr hvað átt þetta kemur
og ger ekki beinleins svona, já, ég ger athugasemd við þetta, eða svona, ég vil benda á þetta en já, ég bara, já, við gæti ekki hlásu. Takk fyrir þetta, Sigríður Júlía, biðum orðið ekki svo vel. Já, forseti og aðri tilheyrendur, þetta er rétt hjá Gylfi, þetta átti náttúrulega ekki að fara svona fyrir nefndina og hefði átt að koma inn á borð bæjarráðs og það verður gert núna á bæjarráð fær þetta inn á sitt borð á næsta mánudag. En þetta voru klárlega mistök. Takk. Takk fyrir þetta, orðið aðlaust og enginn hefur beðið orðið þetta lagt fram til kynningar. Þetta er síðasta mál á dagskrá, þannig að fundi er slitið 17:26.